Það nú svo sem ýmislegt í gangi líka sem að vekur athygli. Það Icelandair, þar var fjárfestafundur í morgun og það kemur í ljós, til dæmis að Icelandair með núna eftir að Play hvarfa af sviðinu, þá Icelandair komið með 69% af öllu flytjenda framboði á Keflavíkurflugvelli. Þannig að við sjáum að þeir voru með 50% áður, en eru núna konur upp í 69 og það sýnir okkur það að flugfélögum eða sætum til Íslands frá öðrum en Icelandair hefur greinilega verið að hækka. Þannig að félagið að styrkja stöðu sína verulega, en engu að síður, það eru blikur á lofti. Daginn þá var þetta þannig að út af falli Play að þá eru erlendir leigusalar á flugvélum farnir að gera meiri kröfur. Nú bílar eiga eftir að hækka, þannig að menn segja sem svo að bílaleigur muni hækka verðið til ferðamanna. Þannig að við erum að horfa á sem sagt að svona það eru blikur á lofti í ferðaþjónustunni. Icelandair, ef við setjum graf þar upp sem að vera til, að við sjáum það að það fór upp þetta lengst til hægri, þá færi það upp sem sagt við pall Play og með markaðurinn mat það svo að þetta væri nú svona myndi hjálpa til. En svo sjáum við í línuna þetta niður og það er snarlækkað frá því að þessi hækkun öll gengin tilbaka og rúmlega það. Já, félagið er náttúrulega að koma með afgerða afkomu viðvörun eða afkomu viðvörun. Það verður tap á þessu ári, það er ljóst að við tapa reksturinn. Og það er bara ekki sérstök bjartsýni með reksturinn þó eins og þú varst að segja, þetta eru 19% sem þeir fá yfir frá Play, sem er að markaðshlutdeildinni sem er náttúrulega ærið. Já, og jafnvel fleirum sem eru þá líka að koma þarna inn. Jú. Þetta var í byrjun ársins 50. En líka síður þetta vekur athygli að þetta þetta stærsta fyrirtækið í íslenskri ferðaþjónustu. Og það eru þetta þannig að Bogi Meirsa Níels Bogason, hann hefur orð á því að það sé mjög skrítið að stjórnvöld sé að fara að setja skattahækkanir á ferðaþjónustuna án þess að ræða við Icelandair þetta, þegar hann segir það eru engin einhvern veginn tengsl og engar viðræður og það vekur spurningar það er nú talað skattasíki þessar ríkisstjórnar, það er alveg ljóst og við birtum það núna daginn líka hversu mikil að bjartsýni innan og meðal stjórnanda, samkvæmt Gallup-könnun, hún hefur minnkað mjög mikið. En það er eitt sem Jón, rétt áður, það vakti athygli mína talandi þessi gjöld og skatta sem að fyrirtæki bera og þetta virðist vera hitta ferðaþjónustuna mjög illa og það kemur í ljós til dæmis að þegar Play fellur að þá skuldaðir 1,3 miljard króna í ESTA-gjöld eða kolefnisskattsgjöld og svo kemur í ljós að Icelandair var að borga 2,4 miljardar króna í þessi gjöld í fyrra og okkar gamli félagi Kristján Már Unnarsson á Stöð 2 var með athyglisvert viðtal við flugstjóra hjá Icelandair og mann sem þekki þar vel til, hann hafði nú skrifað grein þetta og hann var nú bara hreinlega að segja að íslensk stjórnvöld hefði bara ekkert verið á verðinum með að gæta hagsmuna Íslands og tók sér dæmi að flug frá Spáni til Kanaríeyja, það var sem var í áliti innanlandsflug. Það var undanskilið þessum ESTA-sköttum og við verðumst eyja hér norður í Ballarhafi ekki njóta neinna afsláttar eða fríðinda gagnvart þessu og þetta bara hittir okkar ferðaþjónustu bara verulega þungt. Já, þið sjáu þetta eru miklu peningar og það er alveg augljóst þegar þú þarft að borga yfir 2,5 milljarða á ári í kolefnis skatt þarna og loftslagsskatt skulum við segja að þá hefur það mikil áhrif, hagnaðurinn hverfur. Þetta hefur reyndar verið til umræðu mjög lengi vegna þess að ef það er horft á loftslagsvandann sem slíkan að þá er þetta með CO2 að bílar eru ekki með nema eitthvað 5 eða 6%. Votlendi eða jörðin sjálf er með langmest og inn í þessu þá hafa oft flugvélar verið teknar út fyrir vegna þess og skipin er inn í þessu. En inn í svona hugsun er þetta að hvernig á að skipta því á milli landa þegar að flogið er
á milli landa, hvernig, og á hlutlausu svæðum eins og Atlantshafi, hvernig á að skipta þessu á milli og þetta umræða. En það getur vel verið að það athyglisvert ef að stjórnvöld hafi ekki gætt auðvitað að þessu.